Já, komið sæl. Það eru tvö veðurkerfi sem stjórna veðrinu hjá okkur núna. Það annars vegar þessi mikla hæð hérna langt fyrir sunnanland og síðan höfum við svona lægðakerfi fyrir norðan okkur og svo sitjum við þarna einhvers staðar mitt á milli. Og þetta þýðir að það verður svona stíf suðvestanátt hjá okkur næstu daga og vætu tíð þá einkum vestanvert landið en svona svo þegar kemur svona fram yfir helgi að þá fer nú þessi suðvestanátt að ganga niður og við förum að fá annað veðurlag. En ef við skoðum hitasviðið að þá stutt í kalda loftið og ekki annað að sjá en að það muni nú eitthvað svona aðeins kólna hjá okkur þá einkum vestanvert landið en það nú svona á Austurlandi nú ennþá svona eimira af þessu hlýja lofti þannig að hitatölurnar gætu nú alveg náð upp í 15-16 gráður þar þegar best lætur. Nú, ef við skoðum gossspána þá sjáum við að það svona þessi stífa suðvestanátt, hún kemur til með að feikja gossmökkjunum í austur og norðaustur og sjáum hérna hvernig keilan breiðir úr sér yfir landið. En ef við skoðum næsta sólarhringinn þá lægðamiðjan þarna við austurströnd Grænlands og frá henni liggur ansi stífur suðvestan vindstrengur og það verður nokkuð hvasst á Vestfjörðum og Norðvesturlandi svona í nótt og fram á morgundaginn en svona þegar líður á kvöldið þá sjáum við hvernig næsta úrkomusvæði nálgast okkur og það fer þá að rigna hérna á Suðvesturlandi í nótt og þetta verður nú svona ágætis stembur og síðan fer þetta úrkomusvæði hérna við norðaustur og bóginn og það mun nú svona verði einhver væta einnig á Austurlandi þó hún verði nú ekki í miklu mæli. En svona lítur þetta þá út hjá okkur 9:00 í fyrramáli, það rigning hérna á Suðvesturlandi og þungbúið í raun og veru allt land. Hitatölurnar svona einhvers staðar milli 5 og 10 stig hérna á Suðvestanlands og svona kringum 10 stig norðanlands, en svo þegar líður á daginn að þá svona dregur úr rigningunni, þetta verður samt einhver væta svona af og til á Suðvesturlandi en það fer nú að létta verulega til bæði á Norður- og Austurlandi og hitatölurnar svona kannski að nálgast 15 stigin austast á landinu. Nú síðan áfram á laugardaginum þá má gera ráð fyrir að það verði áfram stíf suðvestanátt landið vestanvert en mun hægari vindur og svona þokkalegasta veður á Norðausturlandi og gæti alveg sést til sólar allra austast og þar verður líka hlýjast. Og síðan á sunnudeginum að þá erum við áfram í þessari suðvestan og vestanátt. Áfram verður nokkuð stífur vindur vestan til á landinu en það nú farið að létta talsvert til en svona einhverja smá skúrir svona á víð og dreif. Og á mánudaginn að þá nú þessi vestanátt búin að vera og við ferum svona að sigla inn í annað veðurlag og þá fer nú að kræla hérna á norðanáttinni og það þýðir bara það að hitatölur fara lækkandi hérna norðaustan til á landinu en annars verður hitinn svona víða kringum 10 stigin. En við skulum kíkja hérna á hvað veðrið í kringum okkur, það ennþá fínasta veður á Norðurlöndunum þá verður nú svona mikla skúraleiðingar hérna allra syðst, einnig farið að létta til bæði Írlandi og Skotlandi en það lágþrýstisvæði með talsvert mikilli úrkomu hérna miðbaugálfunnar þannig að en svona þegar við komum niður til Grikklands þá nú farið að létta verulega til og sömuleiðis ætti nú að verða fínasta veður svona sunnan til á Ítalíu. Og það áfram heitt hérna á Íberíuskaganum sunnan til, hitatölur vel yfir 30 stigin og gætu farið í 40 stig þar sem að hitinn verður mestur meðan að það svona svalt og skúrasamt hérna í Frakklandi en þó nú farið að létta til vestan til það sem að svona hæðarsvæði hérna fyrir vestan okkur svona fannið að hafa meiri áhrif. En það fínt veður á Kanaríeyjum, það norðurlega átt og svona skíðað með köflum og hitatölur milli 20 og 25 stig. Nú síðan að við förum hérna vestur hafa þá nú fínasta veður bæði við austur- og vesturströndina, áfram þrumuveður hérna í Texas sem tegir sig hérna norður á bóginn. Og við skulum þá enda þetta á korti morgundagsins, það nokkuð stíf suðvestanátt á landinu hjá okkur og rigning þá einkum landið suðvestanvert en þegar líður á morgundaginn að fer nú að létta til bæði norðan og austanlands. En við skulum segja þetta gott að vera í bili, verið sæl.